Tekist hefur að draga úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Notkun tiltekins lyfs hefur minnkað helming. Yfirlæknir segir brýnt að draga úr notkuninni og þannig minnka líkur á sýklalyfjaónæmi. 12 voru skotin til bana í Virginíu í Bandaríkjunum í gær. Í ár hefur að meðaltali verið framin ein skotárás á dag þar í landi þar sem fleiri en 4 slasast eða láta lífið. Mannréttindasamtök víða heim hafa mótmælt áformum stjórnvalda á Filippseyjum að færa sakhæfisaldur frá 15 ára og niður í 12 ára til að draga úr glæpum. Mikil eftirspurn er eftir íbúðum sem til stendur að byggja í Gufunesi. Ódýrustu íbúðirnar verða 30 fermetrar og kosta 17 milljónir króna. Mörg þúsund manns mættu í 100 ára afmæli flugs á Íslandi á Reykjavíkurflugvelli í dag. Aðrir hlupu í litadýrð eða fögnuðu hátíð hafsins. Komið sæl. Markvisst hefur verið dregið úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í því skyni að koma í veg fyrir sýklalyfjaónæmi. Íslendingar nota 8-falt meira af tilteknu breiðvirku sýklalyfi en Svíar. Stjórnvöld lýstu því yfir í vikunni að Ísland hygðist verið í fararbroti í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Ráðast á í aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería hér á landi í matvælum. Þótt umtalsvert minni notkun sýklalyfja hafi verið í dýrum hér á landi en víða annars staðar, nota Íslendingar sjálfir býsna mikið af sýklalyfjum. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hóf fyrir rúmum 2 árum átak í skynsamlegri notkun sýklalyfja. Við höfum séð ákveðna þróun í ónæmi í tilteknum bakteríum á Íslandi. Jón segir einkum breiðvirk sýklalyf geta leitt af sér ónæmar bakteríur. Til að mynda eitt breiðvirk lyf, það er notað 8 sinnum meira hér heldur en í Svíþjóð til dæmis. Því hafa heilsugæslulæknar verið hvattir til að draga úr ávísunum á breiðvirk lyf á borð við Augmentin. 8.000 ávísanir voru 2016, þeim fækkaði í 6.000 árið eftir eða 22%. Fyrstu 10 mánuði ársins í fyrra voru 4.000 ávísanir og fækkaði þeim 27% miðað við sama tímabil árið áður. Lyfið Citromax sem gjarnan er gefið við lúnabólgu er annað breiðvirkt sýklalyf. 5.500 ávísanir voru 2016, þeim fækkaði 33% árið eftir og fyrstu 10 mánuði ársins 2018 voru 2.500 ávísanir eða 19% færri en á sama tíma árið áður. En er niðurstaðan nokkuð svo að fólk er bara sendt veikt heim? Nei. Flestar þessar sýkingar sem við erum að fást við í heilsugæslunni og flestar þessar sýkingar sem eru verið að ávísa sýklalyfjum við hafa mjög mikla tilhneigingu til að lagast án sýklalyfjameðferðar. Og þegar niðurstaðan verður svo að gefa sýklalyf, þá er betra að gefa lyf sem hefur mjórri verkun í fyrstu atriðinu í það minnsta, vegna þess að það dugar oftast og það er minni hætta á ónæmismyndun. 12 voru myrt í skotárás í bæjarskrifstofu í bænum Virginia Beach í Bandaríkjunum í gær. Lögreglustjórinn segist aldrei aftur ætla að nefna nafn árásarmannsins á nafn. Today is Virginia Beach's darkest hour. A senseless crime happened. Strandbærin Virginia Beach er í suðausturhluta Virginíuríkis. Þar býr 500.000. Það var klukkan 4 seinnipartinn í gær að staðartíma sem árásarmaðurinn ruddi sér leiðina á bæjarskrifstofuna og hóf að skjóta á öll sem fyrir voru. I'm just going through a lot of emotion because it's way too much killing going on and I'm just glad that they alerted us in enough time so we wouldn't be outside when everything was occurring. Árásarmaðurinn var svo skotinn til bana eftir umsátur lögreglu. The suspect, and this will be the only time we will announce his name, is Dwayne Craddock. He was an engineer with public utilities. He was employed with that department for approximately 15 years. The suspect's family has also been notified. Árásarmaðurinn verður ekki nefndur aftur á nafn af löggæsluyfirvöldum. Kastljósinu verður beint að minningu þeirra 12 sem létust í árásinni. Þau voru öll starfsmenn bæjarskrifstofunnar utan eins sem var verktaki.
Birta, þetta langt frá því að vera fyrsta skotárásin í Bandaríkjunum á þessu ári. Það rétt. Þetta skotárás númer 150 þessum af þessu ári og þá eru bara taldar með þær árásir þar sem að 4 eða fleiri slasast eða láta lífið. Og það eiginlega einn á dag því í dag 152. dagur ársins. Hver hafa viðbrögðin verið hjá stjórnvöldum? Já, þau hafa verið á einn veg, svona, maður getur sagt eins og venjulega. Atvikið auðvitað fordæmt og samúðarkveðjum rignir yfir aðstandendur þeirra sem létust. Það virðist vera smá viðhorfsbreyting eins og við sáum áðan að árásarmaðurinn varla nefndur á nafn og það svolítið í takt við það sem gerðist í Christchurch á Nýja-Sjálandi í mars þegar árásarmanninum var svona, stjórnvöld gerði í því að árásarmanninum væri ekki gert það til geðs að gera hann að eitthvað aðalatriði þegar svona voðaverkur annars vegar. Það sem hins vegar ólíkt viðbrögðunum í Nýja-Sjálandi að þar fóru stjórnvöld beint í það að endurskoða skotvopnalöggjöfina í landinu. Það kannski ólíklegt að svo verði vestra. Já, það það. Vegna allavega á meðan núverandi ríkisstjórn við völd. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur sjálfur sagt að skotvopnalöggjöfin og aðgengi að skotvopnum sé ekki rót vandans. Það hins vegar ekkert ósennilegt að þetta verði eitt af því sem verði rætt í forvali fyrir forsetakosningarnar á næsta ári og einhverjir frambjóðendur röðum demókrata létu í sig heyra í dag vegna málsins meðal annars Joe Biden. En ítök skotvopnaframleiðenda og NRA, samtaka skotvopnaeigenda í Bandaríkjunum, eru mjög mikil, mjög víða í stjórnkerfinu. Og svo má ekki gleyma að það spilar inn í þessi stjórnarskrárvarði réttur Bandaríkjamanna til að eiga skotvopn sem að mörgum þykir mjög mikilvægur. Hvernig á að leysa vandann þá bara einmitt ekki alveg ljóst en vandinn allavega til staðar. Það eru rúmlega 5.800 Bandaríkjamenn sem hafa dáið á skotsárum bara á þessu ári. Takk fyrir þetta, Birta, og þá öðru. Leggja þarf aukna áherslu á geðheilbrigðisþjónustu í dreifðum byggðum. Þetta segir mannfræðingur sem hefur rannsakað líðan ungmenna á norðurslóðum. Vilji stendur til þess að auka sjálfsvígsforvarnir í formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu. Áskoranir og tækifæri á norðurslóðum voru þema árlegra ráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ísland nýtekið við formennsku í Norðurskautsráðinu og hyggst háskólinn taka virkan þátt í starfinu. Þannig við að stýra kannski litlum hópum í Norðurskautsráðinu í þessari formennsku og erum að vinna með utanríkisráðuneytinu. Einn þeirra heilbrigðishópur sem Eydís stýrir og vill hún leggja aukna áherslu á sjálfsvígsforvarnir. Og ég held að þar getum við gefið ákveðið en líka fengið heilmikið fyrir okkur í staðinn. Því að við erum líka að fást við þetta vandamál, þó svo við séum ekki frumbyggjar á Íslandi. Því að þetta vandamál, varðandi sjálfsvígsforvarnirnar, það hæst hjá frumbyggjum á norðurslóðum. Í formennskutíð Íslands verður sjónum beint sérstaklega að líðan ungmenna og á ráðstefnunni var kynnt rannsókn á því sviði sem byggist á viðtölum við 300 ungmenni í 8 löndum. Jón Haukur Ingimundarson, mannfræðingur sem einn rannsakenda, segir að þótt áskoranir norðurslóðaríkja séu misjafnar þá brenni geðheilbrigðismál á flestum viðmælendum. Á Íslandi og Norður-Noregi og Norður-Svíþjóð þá talað stress og það að segja kvíða, kannski til þunglyndi, svefnleysi sem hefur að gera með pressu. Húsnæðismál séu streituvaldur hér á landi en víða séu vandamálin önnur og stærri, til dæmis í Alaska og Grænlandi þar sem sjálfsvígs- og nauðgunartíðni sé há. Lyfjanotkun sé hins vegar áberandi hér. Heilt yfir bendi niðurstöður til þess að leggja þurfi áherslu á heilbrigðismál. Við höfum alveg efni á því að efla heilbrigðiskerfið og þetta er sérstaklega erfitt varðandi geðheilsu í dreifðari byggðum þar sem þarf að hafa ekki bara lyf, heldur líka sálfræðinga og geðlækna. Til að stemma stigu við glæpum á Filippseyjum stendur til að færa sakhæfisaldur niður í 12 ára. Mannréttindasamtök víða heim hafa mótmælt breytingunum. Hér á þessu upptökuheimili á Manila dvelja drengir sem hafa komist í kast við lögin. Heimilið rekið af prestinum Shea Cullen sem reynir að koma drengjum undir 15 ára í öruggt skjól áður en lögreglan hefur hendur í hárið þeirra. The kids are locked up for a long time and have no education, they sleep on the floor. Í boðaðri baráttu gegn glæpum í landinu hefur forseti Filippseyja Rodrigo Duterte barist fyrir því að fá sakhæfisaldur í landinu lækkaðan til muna. Fyrst stóð til að færa hann allt niður í 9 ára en nú eru áformum að færa sakhæfi úr 15 árum og niður í 12. Nakakatakot sir. Kasi syempre po pag matutulog ka, kailangan mo panbantayan sarili mo, antayin mo sila matulog. Mannréttindasamtök víða heim hafa fordæmt fyrirhugaðar breytingar. Most of them they're not criminals. Sometimes children are children and they make mistakes or they steal food or anything to survive and then they're treated as criminals. And so the government says they have criminal minds and they want to put 12-year-olds in the jail.
Neðri deild þingsins hefur þegar samþykkt breytinguna en nú það öldungadeildarinnar að samþykkja hana endanlega. Til stendur að byggja 130 íbúðir í Gufunesi sem verða tilbúnar til afhendingar á næsta ári. 500 manns hafa þegar lýst yfir áhuga á íbúðunum. Forsvarsmenn verkefnisins telja það merki að skort hafi íbúðir á viðráðanlegu verði í Reykjavík. Verkefnið kallast Þorpið vistfélag og gengur út á að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og til fyrstu kaupa. Stærstu íbúðurnar verða rúmir 60 fermetrar og kosta 33 milljónir króna. Minnstu íbúðurnar verða einungis 30 fermetrar og verðið í kringum 17 milljónir. Við ætlum að byrja hér í haust að grafa, nota síðan veturinn til að framleiða og fyrstu íbúðir við stefnum að því að það verða afhendar eftir 12 mánuði í maí 2020. Þeir sem að kaupa sína fyrstu íbúð ganga fyrir við afhendingu. Áhugasamir geta skráð sig á heimasíðu þorpsins. Á nokkrum dögum hafa mörg 100 manns lýst yfir áhuga á íbúðunum. Við erum að bjóða íbúðir sem að spurnir eftir. Litlar, hagkvæmar, vel hannaðar og ódýrar íbúðir. Það er íbúðir sem að hafa staði fólki til boða, eru allt og dýrar og allt og stórar. Hvernig farið þið að því að stilla verðinu svona í hóf? Við höfum samið við fyrirtæki sem heitir Modulus sem hefur verið að byggja íbúðunum upp á Akranesi fyrir ASI og BSRB. Þetta eru timbureiningar sem eru framleiddar við bestu aðstæður út í Lettlandi á ódýran hátt. Það eru litlar, hannaðar af yrki, afar hagkvæmar íbúðir. Og framkvæmda tíminn mjög skammur eða það ár sem styttir auðvitað fjárfestingatíman og dregur verulegu kostnaði. Þetta ekkert allt of langt frá miðbænum og lífinu þar? Hér mikil uppbygging í gamla Gufunesi. Hér kvikmyndaiðnaðurinn kominn og mikið innstreymi af listafólki og hér að verða til mjög dýnamískt samfélag, frumkvöðla, ungs fólks og listafólks. Og þetta eitthvað mest spennandi hverfi Reykjavík. Lífræn kraftolía framleidd í Eyjafirði. Hún ætti að seljast upp á hverju ári, segir framkvæmdastjóri Moltu ehf. Svo hefur ekki verið raunin og því hefur hann gripið til þess ráðs að gefa hana. Molta úr lífrænum úrgangi hefur verið framleidd á Norðurlandi í áratug. Árleg framleiðsla tæplega 10.000 rúmmetrar en moltan ekki nýtt sem skyldi. Undanfarin ár þá hefur einungis 10–20% af moltinu sem framleiðum verið nýtt sem jarðvegsbætir. Restin af moltunni notuð landmótun og til að slétta jarðveginn í kringum verksmiðjuna. Það búið að gera fullt af tilraunum í moltuna, bæði í skógræktinn og í samstarfi við landgræðsluna og fleiri og það bara allir sammála því að þetta úrvalsefni og frábær jarðvegsbætir. Kristján segir að einstaklingar í Eyjafirði séu duglegir að nota moltuna en hann gagnrýnir áhugaleysi hins opinbera. Á síðustu árum hafi hann reynt að fá landgræðsluna og fleiri til að nýta moltuna og þá í stað tilbúins áburðar. Árni Bragason landgræðslustjóri segir að það skorti ekki áhuga á að nýta hana. Landgræðslunni sé hins vegar ætlað að nýta þá fjármuni sem hún fær eins vel og hægt að binda sem mest kolefni og græða upp sem mest land. Því þyrfti áherslubreytingu hjá stjórnvöldum til að skipta yfir í moltu. Það þarf að nota meira af moltu en tilbúnum áburði til að fá sama áburðamagn þannig að flutningskostnaðurinn meiri. Ef rétt ætti að vera þá ætti að vera biðröð hérna út eftir moltunni og hún að vera bara uppseld á hverju ári. Við erum að gefa moltuna tímabundið og það til þess að reyna að koma fólki á bragðið við að nota hana. Haldið var upp á 100 ára sögu flugs í Reykjavík í dag með pompi og prakt. Mörg þúsund manns mættu á Reykjavíkurflugvelli í veðurblíðunni. Aðrir skemmtu sér á hátíð hafsins við höfnina og enn aðrir hlupu litaglaðir Laugardalinn. Það var nóg að vera í höfuðborginni í dag. Litahlaupið Color Run fór fram í Laugardalnum og greinilegt að ungir sem aldnir skemmtu sér konunglega. Geggjað sko. Það bara skemmtilega sem ég gert aðeins minni sko. Það var ótrúlega gaman. Gaman að hlaupa gegnum liti. Já. Og já, bara ótrúlega gaman að fá að lita á sig og bara skýta þér. Já, það var bara skýta þér. Já. Mikill fjöldi fólks kom saman á Reykjavíkurflugvelli til að fylgjast með árlegri flugsýningu á flugdeginum. Ja, þetta sýning sem í tilefni 100 ára afmælis flugs á Íslandi sem hófst hérna í Vatnsmýrinni og við erum bara við þessari skemmtun sem flugið og veðrið
það er eins gott að getur verið fyrir svona flugsýningu, þannig að við erum að sjá óvinna marga, við teljum að sé nálega 10.000 sem er að koma. Reykvíkingar fagna hátíð hafsins með hafnardeginum í dag og sjómannadeginum á morgun. Skemmtidagskrá, veitingar og allskyns fróðleikur verður í boði fyrir gesti og gangandi alla helgina. 5 refilsaumar veggmyndir sem segja sögu tveggja frægustu kvenskörungum landnámsaldar verða afhentar skosku þjóðina að gjöf á næstu dögum. Handverkskonur í Eyjafirði hafa í tæp 3 ár lagt 1000 vinnustundir í þetta verk. Myndirnar eru hluti af alþjóðlegu verkefni sögu Skotlands. Það var fyrir tilviljun að Bryndís Símonardóttir kynntist á ferð sinni Skotland, verkefni þar sem listamenn frá fjölmörgum þjóðum segja sögu brottfluttra Skota með saumuðum veggmyndum. Og þar sem enginn var að sinna hlut Íslands ákvað Bryndís að koma inn í verkefni sögu systrannar Þórunnar Hyrnu og Auðar Djúpúðgu sem komu hingað til lands frá Skotlandi á 9. öld. Og byrjaði á því að fá þær Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur teiknara og listamann og Vilborgu Davíðsdóttur, sagnfræðing og rithöfund, til þess að forma þetta í upphafi. Þar með varð Ísland 35. þjóðin í þessu stóra verkefni og nú hafa 5 konur í Eyjafirði unnið að því í tæp 3 ár að skrá þessa merkusögu með aldagamalli saumatækni, refilsaum, á 5 veggmyndir. Og það má alveg ætla það bil 1000 tímar, klukkustundir hafa farið í saumaskapi. Á myndunum hefst saga systranna Auðar og Þórunnar með ættartrénu. Lífslaup þeirra er rakið, ferðalög, afkomendur, landvinningar, veldi þeirra og ríkidæmi, allt til dauðadags. Og í þessum myndum öllum eru smáatriðin gerð skil, þannig að í rauninni allt það sem við gátum grafið upp sem stendur í sögum okkar, að það er hér, táknað með einhvernum hætti. Og nú er verkefninu hér heima lokið og ferðinni heiti til Skotlands þar sem myndirnar verða afhentar. Auk þess fær menningarmiðstöðin í skosku byggðinni Katanesi eftir prentanir á striga. Og síðan afhendum við þessi útsaumsverk í þinghúsinu í Edinborg þann 3. júní. Og það er vissara að ganga vel frá þessum listaverkum sem Bryndís segir hægt að meta á ríflega 5 milljónir króna. Svo lokum við. Dágóður hópur fólks mun horfa á þennan fréttatíma í tímaflakki því úrslitaleikur meistaradeild Evrópu knattspyrnu karla er nú nýhafinn. Í fyrsta skipti frá 2008 þá mætast 2 lið úr ensku deildinni en það er Liverpool og Tottenham. Stuðningsmenn beggja liða hafa safnað saman á knæpunni Ölveri í Glæsibæ, Reykjavík og þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður. Kristín, hvernig er stemmingin? Það er örlítið svona þungt yfir hópnum hérna. Þetta eru Tottenham stuðningsmennirnir sem sjáðu, ekki en einasta rauð treyja í hópnum og það var víti hérna. Liverpool fékk dæmt víti á fyrstu mínútinu og Sala miðjumaður Liverpool náði að skora. Þannig að það er kannski svona aðeins dempaði stemminguna hérna. En hjá mér er formaður Tottenham klúbbsins. Þið eru ekkert búin að gefast upp eða hvað? Nei, það er nóg eftir maður. Ég vil að trúa að við vinnum hennar leik á lokum, þannig að við erum ekkert að leggja árar upp át eins og staðan er núna. Þetta er náttúrulega í fyrsta skipti sem að Tottenham kemst í úrslitaleik í meistaradeildinni. Það hljóta að vera dálítið góð tíðindi. Það er náttúrulega bara frábært tíðindi og liðið bara átti skila að vera þarna og við erum underdogs í þessu leik en staðan er núna 1-0 fyrir Liverpool en það eru 75 mínútur eftir þannig að við erum eftir að koma tilbaka. Harry Kane, ykkar framherji að koma tilbaka eftir meiðsli frá því byrjun apríl. Hvernig lítur hann út? Svona so far þá hefur maður kannski ekki mikið síðan á honum en hann kemur til með að vera ríkaður en hann er samt markaskorur að guðsnáð þannig að hann er alltaf hættulegur. Þú ert full af bjartsýni? Klárlega. Og þú vilt vera hérna með, þú vilt ekki fara með okkur hérna yfir í Liverpool stemminguna? Er einhver stemming þar eða? Það er rífandi stemming. Við skulum kíkja aðeins á það.
Það er náttúrulega, Liverpool menn eru hoknir af reynslu. Þeir hafa 9 sinnum keppt til úrslita, 5 sinnum, já, og 5 sinnum unnið. Þið hafa unnið 5 sinnum meistaradeildina. Eru þið samt mjög spenntir núna? Mjög. Ég er bara búin að vera á tauginni síðan 7 í morgun. Það hefur búin að vera mjög órólegur dagur. Það verið með gjassalega í maganum í allan dag. Ekki búin að borða? Jú, það tókst, en þetta er samt erfitt. Þetta er náttúrulega bara, þetta eru gríðarlega spennandi dagar. Hvernig var nú tilfinningi þegar þið fenguð markið þarna, skoruðu markið bara á annarri mínútu? Dásamleg, gjörsamlega dásamleg. Þetta var frábær byrjun á leiknum og vonandi heldur þetta áfram og við lokum málinu og tökum bikarnum með 6 heim. Þú ert alveg bara bjartsýn á þetta? Það þýðir ekkert annað. Þetta er okkar dagur, okkar stund. Nú ætlum við að klára málið. Töpuðu þið ekki í fyrra? Hver man eftir því? Það var í fyrra. Það er búið. Við höldum áfram. Já, ég segi megi bara besta liði vinna og við ætlum bara að flauta af þessa beinu útsendingu hérna í fréttatímanum og senda boltan upp í efsta leyti. Takk fyrir þetta Kristín Sigurðardóttir í Glæsibæ. Og þá veðri, það verður norðlæg átt á landinu næsta sólarhringinn. Strekkingsvindur norðvestan til og við suðausturströndina en hægari og jafnvel breytileg á Suðurlandi. Það verður víða léttskýjað vestan til á landinu en skýjað og lítilsháttar skúrir eða slydduél norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 2 til 6 stig landið norðanvert en annars 6 til 12 stig og það verður hlýjast í innsveitum suðvestanlands. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir þetta hér á eftir íþróttafréttunum en það er Kristjana Arnarsdóttir sem segir þær í kvöld. Liverpool og Tottenham eigast nú við í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í fótbolta. 1 mínútu þögn var haldin fyrir leikinn vegna fráfalls Spánverjans José Antonio Reyes, fyrrum leikmanns Sevilla og Arsenal, en Reyes lést í bílslysi í morgun. Aron Pálmarsson og félagar hans hjá Barcelona fóru illa að ráði sínu í undanúrslitum meistaradeildar Evrópu í handbolta í dag. Vardar og Veszprém berjast Evrópumeistaratitilinn á morgun. Og það þurfti framlengingu til að knýja fram sigurvegari leik Stjörnunnar og Selfoss í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag. Ríkjandi bikarmeistarar Breiðabliks eru úr leik. Það var helst í þessum fréttatíma að tekist hefur að draga úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Notkun tiltekins lyfs hefur minnkað helming. Yfirlæknir segir brýnt að draga úr notkuninni og þannig minnka líkur á sýklalyfja ónæmi. 12 voru skotin til bana í Virginíu í Bandaríkjunum í gær. Í ár hefur að meðaltali verið framin 1 skotárás á dag þar í landi, þar sem fleiri en 4 slasast eða láta lífið. Mannréttindasamtök víða heim hafa mótmælt áformum stjórnvalda á Filippseyjum að færa sakhæfisaldur frá 15 ára og niður í 12 ára til að draga úr glæpum. Það er mikil eftirspurn eftir íbúðum sem til stendur að byggja í Gufunesi. Ódýrustu íbúðirnar verða 30 fermetrar og kosta 17 milljónir króna. Mörg þúsund manns mættu í 100 ára afmæli flugs á Íslandi á Reykjavíkurflugvelli í dag. Aðrir hlupu í litadýrð eða fögnuðu hátíð hafsins. Þessum fréttatíma er lokið og næstir fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu tíðindi á vefnum ruv.is. Ég segi þetta gott að sinni, verið sæl.